Velkomin í Biblíuna mannamáli. Við erum að fara að kíkja í 3. kafla í Galatabréfinu, en mig langar að við byrjum á smá móla, smá hvatningu uppurum fyrir okkur öll. Úr Efesusbréfinu 3. kafla, versi 14-19, þar segir svona: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum, sem hvert faðirni fær nafn af á himni og jörðu, að hann gefi ykkur af ríkdómi stýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn með krafti hið innra með ykkur, til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verða rótfest og grundvölluð í kærleika. Mættu þið því geta skilið það með öllum heilugum, hvílík er víddin og lengdin og hæðin og dýptin í kærleika Krists, og fá að sannreyna hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. Þetta er bæn til Guðs að úthella í hjörtu okkar opinberun og skilningi, að við fáum að sjá og skilja og rótfestast í kærleika hans, það er að segja festa rætur í honum í eitt skipti fyrir öll, að við mættum skilja hvað víddin og lengdin og hæðin og dýptin muni eftir sunnudagssöngnum. Svo djúp kemst ekki yfir hana svo. Þetta er áin, þetta er hinn óumræðanlegi kærleikur Guðs í Kristi Jesú. Og hann biður þarna, bænin er þarna, að hvert og eitt okkar fá að sannreyna þetta, að fá að smakka á, fá að reyna þennan stórkostlega kærleika sem Kristur hefur, sem gnæfir yfir alla þekkingu. Þetta er svo miklu stærri en við. Við höldum að við höfum kannski einhverja mynd af Guðum, hvernig Guð, við vitum ekki, hann er svo miklu stærri, miklu meiri. Og glemdu því ekki að hann elskar skilyrðislaust. Hann setur engin skilyrði á þig fyrir kærleika sínum til þín eða mín. Svo nú ætla ég bara að biðja fyrir okkur öllum að þetta mætti opnast fyrir okkur. Ef þú hefur tök á að biðja örstutt bara, neyja höfuðið þar sem þú ert, eða bara ef þú ert í bílnum, bara ekur áfram og hlustar. Ó Drottinn Jesús, þú ert sá guðlegi kærleikur sem steig niður til okkar, og það er frá þér sem við höfum þegið náð og sannleika. Ég bið að þú úthellir núna kærleika þínum og náð yfir hvert og eitt okkar, til að umlíkja allt í líf okkar, sár okkar, sársauka, allt er vond og illa, dýpstu leyndarmál okkar. Útheltu þínu kærleika yfir og náð þinni til þess að hreinsa okkur og gera okkur heil. Drottinn, við drekkum í okkur kærleika þinn og við treystum honum fyrir sérhverju þörf í líf okkar. Amen. Þá er það 3. kaflinn í Galatabréfinu. Þar segir svona, við skulum bara byrja á byrjunni: Ó skynsömu Galatar. Þeir eru óskynsamir, segir Páll. Vera að hlusta á eitthvað annað fagnaðarerindi heldur en ég er búin að boða ykkur og Barnabas gerði. Hver hefur töfrað ykkur? Hver hefur platað ykkur? Sett á okkur töfra? Þið hafið þó fengið alveg skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum, málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðarerindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið, ef það er þá til einskis, bætir hann svo við. Veitir Guð ykkur ekki andan og lætur máttaverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið? Svo var það einnig Abraham. Hann trúði Guði og þá var honum til réttlætis reiknað. Förum aðeins bara yfir þetta í byrjunni.
Hugsið þetta þið óskynsömu Galatar, segir hann. Þegar þið meðtóku lífið og sjáið þarna Páll strax að vísa til þess að þegar hann og Barnabas voru í Galatíu og stofnsettu þessa 4 söfniði, að þá kom andi Guðs, heilagur andi Guðs kom yfir þau, svipað eins og gerðist í Jerúsalemuniði á hvítasunnudeginum, við lesum í Apostolasögunni, og hefur gert í söfnuðum frumkirkjunnar og reyndar alla daga síðan þá, hér og þar heiminn, að fólk var að reyna kraft Guðs. Og ég get bara sagt það fyrir mitt leyti að ég fékk að reyna þennan kraft Guðs og útendingu hans heilaga anda og kærleika hans inn í mitt hjarta, nákvæmlega eins og Galatamennirnir, án þess að ég hefði til þess unnið. Hann gerði það ekki vegna þess að ég var að standa með svo vel að halda að lögmál Móse. Ég þekkti varla lögmál Móse. Ég þekkti bóðurinn 10, við þekktum það flest og þekkjum kannski enn svolítið. En það var, hann kom bara að gera þetta. Og því ég bað og ég leitaði svo ákallaði hann og hann svaraði og hann gaf. Og það var ekki vegna þess að ég var búin að gera svo gott. Og það gilti ykkur líka, segir Páll við Galatamennina. Og svo segir hann, en það byrjunin, þið meðtækja þetta í trú, vegna þess að þið þráðuð Guðin í lífi ykkar og hann kom. Þannig byrjaði hann, ekki vegna þess að þið voru svo ofsalega klár og ofsalega góð og heldu öll lögmálið. Hvernig má það vera að þið allir síðan að halda áfram að lifa trúarlífinu og klára pakkan í eigin mætti? Byrja í anda Guðs en klára þetta í eigin mætti. Þetta er faktisk mjög rökrétt hjá Páli að leggja þetta svona fram. Páfa til þess að vakna þessu upp til meðvitundar. Þau voru ekkert búin að halda lögmáli í 40 ár og þá kom Guð allt í einu. Nei, þau voru bara ekkert að spá í Guð eða lögmálin eða neina þessu hlutum. Flest þeirra. En samt kom hann vegna Jesú Krist, þá kom hann. Við nefnilega komum til Guðs bara með okkar líf, þú og ég, rétt eins og vorum að biðja á þannig í mólanum okkar, við komum á grundvelli þess hver hann er, ekki á grundvelli þess hver við erum. Dyrnar hans standa okkur alltaf opnar og þegar við nálgumst hann á grundvelli náðar hans, þá segir hann velkomin, gjörðu svo vel, það eru opnar, það er bara að ganga inn. Þegar við hins vegar nálgumst Guð, reynum að því við þráum það flest. Þeir sem hann á borð, eitthvað að hugsa andlega hluti, þeir þrá það að skiknast þarna inn og sjá. En ef við komum á grundvelli eigin réttlætis, það er að segja, Guð, ég sé að dyrnar opnar, sérðu hvað ég er flottur, sérðu hvað ég er góður. Ég er búin að standa mig rosalega vel, ég er búin að vera góð kona mína og börni mín og ég er svona bara frekar almennilegur maður og ég finnst ég alveg að skilja að fá komaðan inn. Þetta er eigin réttlæti. Ekkert okkar þarna. Alveg sama hvað við erum stödd. Og ég get alveg lofar því að þeir sem að lifa Guði, þessari einlægni að taka á móti hans gjöfum og koma til hans vegna þess hver hann er, þeir sjá það fljótt að við höfum ekkert í eigin mætti. Við höfum það ekki. Það er bara vegna hans. Það er hann sem er svo góður. Munið þetta denna dæmilösa. Hann fekk kökurnar af því að Frú Wilson var svo góð, ekki vegna þess að hann var góð. Þetta er samfélagið, þetta er sambandið. Við höfum eftir að koma aftur af og ítrekka núna vegna þess að ég er búin að nefna það áður, það kemur alltaf þessi spurning, má ég þá bara lifa og hegða mér, eða er það í lagi sem sagt, að lifa og hegða mér eins og ég vill og bara, brjóti ekki að Guðu að breytir engu. Ég kom að því seinna. Það er sérst aðeins fyrir anda Guðs, gjöf heilags anda er ekki blessun sem við vinnum okkur inn fyrir eigin verk. Hún er gjöf. Og það er eitt sem við skulum átt okkur á strax. Þarna, Páll talar mjög mikið, ekkert bara í Galatabréfinu, heldur bara í bréfunum sínum, andan og holdið. Og það er margir sem álíta sem svo að
að þetta, að annars er mjög fallegt andinn, það eitthvað svona heilagt og fallegt holdi, það svona holdlegt og ljótt og gyrnd og eitthvað svona líkamlegt og eitthvað. Það eiginlega ekki það sem Páll að tala um. Nei, hann talar svolítið þetta öðruvísi. Hann tengir andan við trúna og andan innra með okkur sem sagt og holdið við okkar eigin verk til að þóknast Guði. Þannig að holdið þarna ekki bara eitthvað ljót og syndug verk, heldur líka það bara að reyna að gera þetta í eiginmætti. Það holdið fyrir Páli. Bara við áttum okkur því að náttúrulega tala mjög, þetta kemur oft fyrir þessi samanburður á andanum og holdinu. Trúin okkar og andinn innan með okkur ber sem sagt ávöxt og leiðir ekki af sér svona holdsins verk við getum kallað, en holdið þarf að reyna að gera hlutin eigin mætti fram fyrir Guði, jafnvel að gera fallega hluti og góða hluti til að þóknast Guði, ber af sér lítinn ávöxt. Og það nákvæmlega þess vegna sem við sjáum marga kristna sem yfirlýsti kristni sem trúa því að Guð sé til og vilja fylgja honum og alveg heiðarleg með það, þetta snýst ekki það að þau sé eitthvað óheiðarleg, þau heiðarleg, þau vilja og þau elska Guð, en þau reyna þóknast honum í eigin mætti og ávöxturinn ekkert rosalega mikill. Þá ég ekki að tala bara ávöxturinn út og við, hvort að þau líti vel út, þau geta litið mjög vel út, ég að tala ávöxturinn inn á við. Ávöxturinn í lífið þeirra, það nefnilega kærleikur Guðs í lífi hins kristna snýst ekki það hvar þú gerir, fyrst og fremst, heldur hver þú ert. Þetta grundvallarmunur. Sá sem rifinn og tættur og jafnvel vondur inni í sér, hann getur alveg gert góð og falleg verk, annars slægið allavega. Þannig að þetta snýst ekki um það. Það snýst ekki um að líta vel út utanfrá, þó að það sé vissulega gott, heldur hvað að gerast innan fyrir. Ert þú svona eins og þú lifir, eða ert að lifa tvöföldu lífi? Þetta alveg lykilatriði. Hvað það sem þú raunverulega elskar? Hvað það sem þú raunverulega lifir fyrir? Ekki hvað þú vilt sýna öðrum, svo þau halda þú lifir fyrir eitthvað ákveðna hluti sem þú ekki hluta þér. Sjáuði muninn. Og þetta munurinn á þessu andan og holdinu. Og Páll fer svolítið vel í þetta. Guð mun aldrei fara fram á það að þú gerir eitthvað hluti sem að þú vilt ekki eða hefur eitthvað anstíð á. Hann mun aldrei biðja þig neitt slíkt. Hann gefur þér þjónustu til þess að lifa í þessum kærleika. Hann gefur þér hæfileika og við sem svo gjörn að raða þessu upp í eitthvað flokka. Hann alveg rosalega kristinn þessi og yndislegur, hann elskar Jesús svo mikið, hann alltaf í trúboði eitthvað staður á Grænlandi eða eitthvað staður. Það gott, það vel, það fallegt, en veistu það, þetta snýst ekki nema litlu leit um það. Það ekki hægt að segja þessa setningu sem ég ætla að segja núna á íslensku, það hægt að segja hana en hún hefur ekki sömu merkingu. Þetta var orðað svona: to be a missionary, you don't have to cross the sea. You just have to see the cross. Og þetta leikur orðum í enskunni og þetta lykillinn. Það ekki hvað þú gerir. Fólk gerir alls konar hluti, sjá til. Segjum bara, þú dýravinur, þú bara hund og kött. Og þú elskar þau og þú hugsar það fallegt, þú ert að gefa kærleika þín. Þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað svo hjút, svo mikið. Bara hver ert þú? Hver ert þú? Hver ég? Þegar við erum ein. Hvernig tökum við á lífin okkar? Hvernig veljum við? Hvað veljum við? Og allt þetta. Þannig að Páll fer svolítið djúpt í þetta. Hann að segja það skiptir öllu máli hvað í hjartanu, ekki hvað sést utan á. Bara svo við förum aðeins í þetta. En Guð, hann samþykkir semst ekki, eða umbunar ekki, skulum við segja, þessum verkum holdsins, þar að segja þessum við viljum að gera því að við erum svo klár og við erum svo snjöll og við erum svo óbóðslega góð. Nei, ef það bara út og við, þá það verk holdsins. Ef það bara til að sýnast, þá verk holdsins.
En hver þú? Hver ég? Þegar við tökum á móti Jesú Kristi og hans gjöf og þessari náð, Páll að segja, að þá það hans réttlætir og hann tekur burtu þinn sársauka, þína skömm, þinn vanmátt, hann tekur burtu blekkinguna sem að hefur vafið þig og spunnið vefi kringu þig til þess að koma í veg fyrir þú sjáir. Þetta það sem er alveg einstaklega algengt hjá okkur, að við erum búin að missa sjónarið í hver við erum. Við erum hans sköpun í hans mynd og andi Guðs, hlutverk hans í öllum þessum pakka sem Páll að tala að vekja okkur til meðvitundar, vekja andlega lífið upp innra með okkur og sjá, heyrðu, ég miklu meira heldur en líkami minn, ég miklu meira heldur en vinnan mín, ég miklu meira heldur en embættið mitt, ég Guðs sonur, Guð dóttir, sköpuð í hans mynd og andi Guðs býr í okkur. Og þegar við lifum þar, þá verður til ávöxtur réttlætis, eitthvað sem fallegt, eitthvað sem gott. Munið að Jesús sagði þetta og Silóvaldi tók þetta upp, af ávöxtunum skuluð þið þekkja þá. Af ávöxtunum skuluð þið þekkja þá. Þetta náttúrulega algjör snildi á Silóvaldi að taka þetta upp á sín tíma. Sumika viti ekki hver Silóvaldi verið. Þeir eru rákur verslun og seldu mikið af góðum og fínum ávöxtum og við áttum að þekkja Silóvaldi verslanirnar því þeir voru með bestu ávöxtina. Og Jesús sagði þetta, þeir tók þetta beint frá Jesú. Ef þú skoðar ávöxti fólks, hvaða ávöxt þessi aðili að bera í lífi sínu? Ég ekki að tala hvort hann hafi fundið upp eitthvað nýtt app eða eitthvað svoleiðis. Það allt gott og vel. Ekki að gera lítið úr því, alls ekki. Heldur bara í lífinu sem einstaklingur, sem manneskja. Hvar samhygðin til staðar? Samkenndin til staðar? Kærleikurinn til staðar? Allt þessi pakki, mjúki pakkin eins og við segjum. Guð leitar svolítið að mjúka pakkanum. Þetta sagt öðruvísi. Jesús skoðar hjartalagið. Og hann sagði líka af knægð hjartans mælir munnurinn. Það sem þú búin að fylla þig af, það bara ósjálfrátt kemur út úr munnu þínum. Þannig þetta allir pakki sem og Páll að minna þig á. Þið byrjuðu þarna, kæru Galatamenn, ekki enda svo einhverstaðar annars staðar. Ekki enda einhverstaðar annars staðar. Svo minnist hann á Abraham. Abraham forfaðir. Abraham var langt á undan gyðingdómi og öllum skipulögum trúarbrögðum. Hann var kallaður af Guði. Lesum hann strax bara fyrstu blaðsum Biblíunnar og hann forfaðir eins og við myndum segja. Hann forfaðir og viðurkenndur faðir þeirra sem trúa, allra þeirra sem trúa. Honum var, segir Páll, tilrekna réttlæti vegna þess að hann trúði, ekki vegna þess að hann var svo góður og hann stóð sér svo vel og hélt allt lögmálið. Það sem Abraham trúði, hvað hann hafði hjarta sínu, birtist í því sem hann gerði. Og það þetta sem við vorum að tala áðan, að verk okkur ávöxtur séu í samræmi við það sem innra með okkur. Með öðrum orðum, ef við lesum aðeins lengra, þetta vel stórkostleg vers, ég veit ekki hvað ég kemst langt í þessu núna, ég sé að strax búin að 20 mínútur sko. En það svo mikið í þessu. Frá versi 7, vitið þið, segir Páll, og hann að skrifa þetta til Galatamanna, vitið þið að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Þess vegna boðaði hún Abraham fyrirfram þann boðskap, fagnaðarboðskap, að þér skulu allar þjóðir blessur hljóta, þannig blessar Guð alla þá sem treystu honum með þennum trúaða Abraham. Þeir sem ekki beint inn í sögunni þarna, þeir kannski að brölda með þetta, já, þetta glæsilegt heldur, þetta alveg frábært, ég bara skil ekki í þessu. Það ekkert skrítið. Hann forfaðirinn. Hann
hann áður en að gyðingdómurinn kom, hann áður en að Íslam kom, hann áður en að öll trúarbrögðin komu. Þá hann og Guð kallaði hann. Hann kallaði hann til að leiða alla þá, öll þau sem að komast þurr. Hann sagði, ég mun láta allar þjóðir hljóta blessun vegna þín. Og ef við skoðum þetta, ef við rekjum okkur eftir þessum þræði, þetta í, eins og við myndum segja, gamla daga. Og hann segir þetta við hann. Abraham, þú kallaðir svona, ég mun gera sáttmála við þig, þú munt eigna son og það munu allar þjóðir blessunar. Þið sem þekkist kannski söguna betur, þið vitið að Abraham var mjög aldraður, konan hans Sara var komin úr barneign og hvernig þau eru ekki búin að eignast neitt barn eða hvernig gátu þau að eignast barn ég ætla ekki að fara undan mér því að Páll, ef minni svíkum ekki þá í síðustu köflunum hérna í Galatabréfinu þá kemur hann aðeins inn á þetta aftur, svo ég ætla ekki að stökka á þangað núna, ég var nærri farinn að þetta svo góð saga, en við förum í hana seinna. En Abraham sem sagt frá Guði kallaður og hann mun blessa allar þjóðir, hann mun réttlæta alla heiðingjana, alla, ekki bara gyðingana, heldur allt fólk fyrir trúna, alveg eins og hann réttlæti Abraham. Þess vegna Abraham, söngurinn, faðir Abraham, þetta hann faðir alls andlegs fólks. Ekki blóðfæðir, en andlega séð. Hann uppsprettan, Kristur uppsprettan, Guður uppsprettan, hann byrjunin, hann svo fyrsti. Og hann segi, ég skal gefa þér þetta, segi Guð, og það mun vaksa og dafna þetta sæði, og þér mun fjölga, og það mun fjölga, og það mun fjölga, og það mun fjölga, og svo kemur blessunin, og hann á eftir að fara þeirna setna, hvernig blessunin kemur. Hann útstýrir þetta í næstu köflum svolítið vel eftir. Þannig að þetta mikilvægt. Nóg fyrir okkur að taka núna, hann faðir alls andlegs fólks. Hann ekki bara faðir gyðingarna í einn ættleikinn og í múslima í annan ættleik vegna þess hverra svona hann átti, en andlegir afkomendur. Og Guð gaf hann þennan sáttmála. Og það vegna þessa sáttmála, vegna þessa lofur sem hann gaf Abraham, segir Páll hérna við Galatamennina, sem að þú og ég tilheyrum núna einnig. Það ekki vegna svo helst lögmáli. Lögmál Móse var ekki einu svona komið þegar Abraham var. Og hann að segja, ef við lesi Biblíuna, segir hann, ef við lesi ritningarna, og hann vísar ritningar á muniði, hvað ritningarna að vísi? Hann að vísi hebresku Biblíuna, þar segja Gamla testamentið, svo við kallum það. Hann að vísi Tóra og spámennina og alla þessa. Og loforði var gefið Abraham. Það var ekki gefið Móse alla þjóðum myndi blessast ef þeir héldu lögmálið. Það var gefið Abraham að vegna hans og vegna trúar hans myndi alla þjóðir blessast. Þetta eru rökin sem Páll að koma með núna til Galatamennina og þetta eru rökin sem hann laði fyrir postulina örugglega líka í Jerúsalem. Við þekkjum ritningana, bræður. Þetta það sem Guð sagði. Svo hann færi rök fyrir því. Það vegna trúar, vegna þessi meðtöku andan, alveg eins og Abraham, sem þið eru núna börnin hans. Þetta ekki slæmi rök, þetta eru mjög biblíuleg rök. Hann þekkti ritningarnar og hann fór alveg með þetta rétt. Og hvað þau sjá? 30 mínútur bráðum. Heyrðu, tökum bara, við skulum bara enda hérna síðasta í 9. versun aftur. Þannig blessar Guð alla þá sem treystu honum með hennum trúaða Abraham. Allt mannkynið, alveg frá þessum tíma sem Jesús kemur og vinnur sitt verk og leysir mannkynið, þá hafa allir þennan aðgang. Guð blessar allt fólk, allt mannkynið, þar á meðal ykkur, kæru Galatamenn, sem treystu honum og af hverju vegna þess að þið gangin í sáttmála Abrahams. Ekki inn í sáttmála Móse, heldur inn í sáttmála Abrahams. Þetta var lykillinn í svona röksemdafærslu Páls að
það sem hann var að boða væri rétt. En við verðum að láta staðinu, við erum bara rétt komin í 9. versið og við getum haldið áfram. Já, kannski halda pínlítið áfram. Við getum farið hérna niður í 14. vers, allavega 14. og 15. vers. Svo segir hann, ef við lesum frá, hvað ég að segja, já, tökum bara frá 10. versi. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að rita þeir bölvar hver sá sem ekki virðir öll átkvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmáli spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. En Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað bölvaður hver sá sem á tré hangir. Þannig var Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitið Hvað er þetta bölvanir hérna og eitthvað, það er alltaf að vera eitthvað svona. Já, förum aðeins yfir, hvað er hann að meina? Þarna er hann þó að vísa í það sem að umskurðarsinnarnir kenna og þeir sem halda lögmálið kenna. Vegna þess að samkvæmt lögmálum Móse þá er það þannig, og ég hef aðeins minnst á þetta áður, að þá ber þér, ef þú ætlar að gangast undir það lögmál, þá ber þér að halda allt lögmálið. Og ef þú gerist brotlegur við eitt boðorðið, ekki bara boðorðum 10, heldur eitt af þessum 613, þá ertu sekur við allt. Það er bölvurinn, að þú eru sekur. Lögmálið dæmir þig. Sjáðu til. Guð dæmir þig ekki, lögmálið. Þú ætlar að lifa eftir lögmálinu, segir hann, þá ertu líka dæmdur eftir því. Sama ber. Og tökum okkur bara inn á heimaslóðunir okkar til að reyna að útskýra það aðeins betur. Segjum sem svo. Já, við þurfum ekki að segja sem svo, það er fullt af landslögum til. Það er landslög á Íslandi. Okkur ber að lifa eftir landslögum. Ekki satt? Ef þú brýtur af þér, ef þú stelur og þú næst, ef þú drepur og þú næst, ef þú keyrir yfir rauðu ljósi og þú næst, hvaða lög sem þeir eru sem þú brýtur, alveg sama hvað það er, þá þú ábyrgur gagnvart lögunum, þau dæma þig. Þau dæma þig. Svona er brotið og hegningalögin eru svona gagnvart þessu broti. Það er það sem Páll er að tala Þegar ætlar að lifa eftir lögmáli Móse eingöngu og bara láta það ráða ferðinni, þá þarf það að lifa eftir í öllu og leiðu gerist brotlegur, þá dæmir lögmálið þig. Þú er líka dæmdur eftir lögmálinu og það er þessi bölvun. Af hverju er bölvun? Af því þú getur þetta ekki. Í því felst bölvun. Þú getur þetta ekki. Þú getur ekki haldið öll þessi boðorð. Þeir viðurkenndu að sjálfur munið apóstolafundinum í apóstolasögunum. Við erum búin að þekkja þetta, við ólust upp við þetta og við getum ekki einu sinni haldið þetta. Hvað sinni óskupun mætti vera að leggja þetta á heiðingjana. Góð rök. Og þetta er lykillinn að þessu. Þetta er áfram bara röksemdafærsla Páls. Það er ekki hægt. Þú réttlætist ekki af þessu. Lögmálið getur ekki réttlætt þig. Með öðrum orðum, þú getur aldrei sagt, ég hef haldið öll 613 boð og lögmálsins allt mitt líf, hvern einasta dag, hver einustu stund. En af því ég gerði það ekki, þá er ég brotlegur og ég er dæmdur. Þannig að Páll er bent á, lögmálið getur ekki gert þig réttan fram fyrir Guði. Ef að þú ætlar að koma til Guðs og segja, Guð, ég hef núna aðgangað þér og takk fyrir það, og þess að ég er búin að halda allt lögmál Móse rosalega vel. Og hvað ef Guð segir þá, já, þetta er bara nokkuð gott hjá þér, Halldór, en hérna, það var í gærmastu áru 3 boðorð og svo núna rétt áðan var 1 og svo bara svona gegnum lífið og
Þannig að á þessum grundvelli þá getur ekki hleyptir inn í himnaríki, sko. Þú er engan aðgang, þú ert bara að klikka á þessu. Sjáðu, enginn hefur aðgang að Guði vegna þess. Lögmál var gefið í allt öðrum tilgangi heldur það. Og ég heyri spurninguna. Nú er ég svona það bil að fara kannski að endurtaka mig of oft. Af því spurningin er alltaf þessi. En hvað? Er þá bara allt í lagi að? Þessari spurningu verður svarað. Þetta er síðast sem segi þetta áður en mér er svarað, en henni verður svarað. Hvað er þá með allt þessi góðu verk og allt þetta? Sumikar eru strax byrjað að sjá myndina samt. Því þegar þú úthellir anda Guðs, anda kærleikan sinni í hjörtu fólks, þá gerist umbreytingin innan frá og út. Þá þarft þú ekki að halda lögmál utan frá og inn. Ávöxturinn er góðu verkin koma. Þetta er í stuttumáli. Góðu verkin koma. Þannig að Guð, hann staðfestir sáttmála sinn við Abraham og það var fyrir trú. Það var vegna þess að hann tók á móti þessu trú og Páll er að segja, þannig er það ennþá þetta í dag. Þetta er gefið öllu mannkyninu allt fram á þennan dag og áframhaldandi vegna þess að það byggir á sáttmálanum við Abraham. Við getum ekki tekið á móti heilugum anda fyrir verkið, eða verklögmálsins, við tökum á móti heilugum anda aðeins sem gjöf Guðs. Og þannig staðfesti Guðs sáttmála sinn. Lögmál Móse kom ekki fyrir 430 árum síðar. 430 árum síðar. Ég var að lesa það. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Enginn ónýtir eða eykur við staðfesta arðgreiðslu skrá enda þóttu sé aðeins að manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðji hans. Þar stendur ekki og niðjum hans eins og margir ættu hlut og niðja þínum eins og þegar einn er að ræða. Heldur niðja þínum eins og þegar einn er að ræða og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hefur staðfest getur lögmálið sem kom 430 ára síðar ekki ónýtt eða fellt fyrirheitið úr gildi. Í stuttumáli og við ætlum að ljúka með þessum. Páll er að segja, Guð gaf Abraham þetta loforð og hann sagði, ég gef þínu afkvæmi, ekki afkvæmi heldur þínu afkvæmi þetta loforð. Og Páll er að benda á það að þetta afkvæmi, þessi sonur, þessi niðjar, þetta er niðja þínum eins og hann sagði í eintölum, er Jesús Kristur. Og arfleiðsluskráin, hann talar þetta sem erfðaskrá, sem arf. Þú leysir ekki út arfinn, þú getur ekki leyst út arfinn, þú færð ekki arfinn fyrr en sá sem að hún var lofað, deyr, þá leysist arfurinn. Og punktur í honum er, þegar Kristur kom og deyr, þá leysist arfurinn allt loforðið til alls mannkyns. Það var bundið við, í allri sögunni, fram að Kristi, var að bundið við, þetta var lofur sem ekki hafði orðið að veruleika. Menn héldu lögmálið í ákveðnu tilgangi, menn reyndu og gátu, stundum og stundum ekki, staðið sér vel. Svo kemur Kristur og hann er sá sem lofað var. Hann átti fyrirheiti, hann átti arfinn. Og þegar hann deyr, þá erfir mannkynið allt loforðið. Þetta er svona einfaldamáta það sem að Páll er að reyna að segja hér. Það fær enginn arfinn sinn fyrir einhver deyr. Sá sem ætlar að erfa þig þarf að deyja fyrst. Og þetta er, þarna er bara að nota enn rökin fyrir því að blessun Abrahams, blessunin er Jesús Kristur sjálfur og það samfélag Guðs við mannkynið sem hann gerir mögulegt. Og lögmálið, segir hann, sem kom 430 árum eftir þetta, getur ekki ógilt upprunalega sáttmálan. Það kom fullt öðrum sáttmálan sem Guð gerði við Ísrael. Það er annað. Þetta er sáttmálinn sem hann gerði við þjóðirnar fyrir Abraham.
þú og ég, við allir hinir heiðingjarnir. Já, það margt í þessu bréfi. Ég er bara að segja að það er bara, ég get bara verið þarna í þessum versum bara í 2-3 þætti viðbót, en ég ætla ekki að gera það, ég verði að halda áfram. Ekki fara of djúpt, þannig við festum okkur, en svona er þetta og við ætlum að halda áfram í næsta þætti og við erum komin, hvað erum við komin? 18. vers eitthvað svoleiðis í 3. kafla og reynum að klára kaflan næst. En nú skulum við biðja fyrir þau ykkar sem getið og viljið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.